Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazín. Í þættinum hittum við 2 unga athafnamenn í Reykjanesbæ, en þeir vilja gera bæinn flottan. Á verkefnalistanum hjá fyrirtæki þeirra, Reykjanes Investment, bygging 300 íbúða í bæjarfélaginu. Við ætlum að forvitnast nánar það. Ja, Sigurgeir, við horfum hérna á rústir tveggja aldagamalla húsa. Hvað geturðu sagt okkur þetta fjör sem búið að vera hérna í dag? Herðu, við vorum núna loksins að klára að flytja húsin frá okkur. Við erum að flytja núna út í Helguvík, þar sem við erum að fara að undirbúa að taka þau sundur til þess að bjarga því sem hægt að bjarga úr þeim. Þetta náttúrulega undirbúningurinn að þessu búin að taka okkur núna 3 mánuði bara fyrir flutningin. Og við gripum tækifæri núna sem við gátum fengið öll tækjatól til verksins til þess að klára þetta og þetta heppnast bara vel. Við byrjum í morgun og erum búin að klára að hífa húsi núna 4-leytið. Þannig að við erum bara þokkalega ánægð með daginn og ánægð með íbúana hérna og verslunareigendur að þeir hafa sýnt okkur þolinmæði og tillitssemi. Hvernig þurfti að undirbúa það að flytja svona gömul hús? Áttu þið jafnvel vonaði að þau myndu hrynja? Nei, við áttum nú ekki vona því. Það náttúrulega þarf að setja stálbiti undir þetta og losa þetta á söklinum og losa alla lagnir og svo náttúrulega bara undirbúa götuna í burtu. Við erum búin að þurfa að snúa ljósastaurunum og losa skilti og heimild frá samgöngustofu og lögreglunni og bara koma okkur alla leiðin út í Helguvík og endastöð. Það búið að vera smá baks í kringum þetta. Hér voru stóri flutningabílar og kranar og ég get ímyndað mér að klukkutíminn hefur nú kostað sitt. Já, hann kostar dálítið. Það ekkert gaman að bíða í korter, það 100 skall. Þannig að við þurfum að hafa hraðar hendur og allt þurft að ganga vel. Magnús, þið hjá Reykjanes Investment, þið fjárfestuð í þessum húsum á undanförnum árum og þú varst búin að segja okkur einhvern tímann að þetta hefði gerst hérna fyrst árið 2016 þegar Sigurgeir og þið svona ákveðið að bjóða í annað húsi. Já, þetta byrjaði þannig að Reykjanesbær setur sem sagt húsi sem fjær, sem sagt Hafnargötu 22 á sölu og þar var óskað eftir bara tilboði og það voru ákveðin tímamörk í tilboðinu og 20 mínútum áður en átt að skilin tilboði þá var Sigurgeir staddur erlendis og hann var búinn að segja með krónutöluna. Ég mætti alls ekki fara hærra heldur en krónutöluna sem hann segir. Svo hringir hann í mig 20 mínútur seinna, jæja, hvað bauðstu? Og ég tvöfaldaði upp að hérna. En sem var til þess að það voru 2 tilboð sem voru jafn á krónutölu. Þannig að komu annar aðili með sama tilboð. Já, og það var að tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi, það var varpa hlutgesti. Og þannig eignumst við fyrra húsið árið seinna, sem sagt Hafnargötu 24 cirka, árið 2 árum seinna. Þá kemur það í auglýsingu til sölu í gegnum Dánabú og við ákveðum þá bara að gera tilboðið það líka og við vorum svo sem ekkert með þetta allt á hreinu eða veist hvað við ætlum að gera við gerum bara tilboð í húsið og eignumst það líka og þá fyrir að hugsa eins út fyrir ramman. Fyrir að hugsa hérna, getum við ekki gert eitthvað skemmtilegt og þá fáum við Jón Stefán hjá IS Arkitektum með okkur í lið og fyrsti fundurinn var nú mjög áhugaverður. Við förum til hans og segja, já Jón, við erum hérna með tæplega 1000 fermetra lóð, við viljum bara fá steyptan kassa, 50 íbúðir, punktur. Og við förum inn á það að vilja bara, eins og ég segi, fá bara eins mikið byggingamagn og við mögulega getum hérna. Bara steyptan hlung. Græða nógu mikið, 50 íbúðir? Já, við vorum bara með háleitt markmið og hann hlustar á okkur og svo boðar hann okkur á fund nokkur vikur seinna og býður okkur að vera undirbúna að hitta sig. Svo skellir hann teikningunum á borðið og segir jæja, svona verður þetta, við bara þetta ekki það sem við báðum en svo fyrir við að skoða teikningarnar þá þetta allt í svona stíl sem að minnir svolítið á gamla bæinn og það verið að taka í raun og veru upprunalegt útlit húsana sem voru hérna en lyfta þeim upp og nýbyggingarna sem verða byggðar í kring eru í svona gömlum svona kvistastíl líka sem bara mjög skemmtilegt sko. Þannig að aðeins færri krónur en skemmtilegra verkefni og núna bara sjá við horfum við ofan í grunninn Sigurgeir, hvað næst? Hérna.
Heyrðu, það bara að klára að moka og fylla upp í, svo gætum við bara séð fyrir okkur til 2 vikur að við verðum byrjað að slá upp og steypa. Þetta verður svona í gamla bæjar stíl, getum við, ef ég orða þannig, og það var svona sem þið keyptu þessa tillögu arkitektsins. Hvað mun þetta taka langa tíma? Er ekki byggingarstjórinn að svara því? Magnús? Haustið 26 verður þetta klárt. Já. Það er ekki langur tími. Nei, við ætlum að gefa okkur svona 18 mánuði í þetta. Þið er ekki eins sem byrja að auglýsa? Nei. Þannig að þið gerir þá fyrir að markaðurinn taki við þessu? Já, klárlega. Sko. Hvernig verða þessar íbúðir? Já, misstórar eða? Já, þær eru frá 40 fermetrum upp í stærsta íbúðinu 80 fermetrar. Svona meðaltal íbúðina er í kringu 60 fermetrar, sem er bara mjög þægileg stærð og bara svona miðbæjar stemming í því. En þetta er ekki bara íbúðir, það verður eitthvað meira? Já, svo er gert ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæð, hérna meðfram Hafnargötunni og mögulega að tegi sig aðeins inn á Klappastíginn líka. Og svo inn í, bara sjá það kannski betur á teikningu síðan, að það inn í miðjunni verður svona skjólselt port sem að okkar draumur að það muni lifa í einhvers konar kaffihús hérna með svona stemmingu hérna í skjólsali porti, þannig að við getum nú fengið okkur eitt góðan drykk. Það er enginn verið stættir í Dráttarbraut Keflavíkur. Þetta er merkilegu staður og sögufrægur, en þið eru með hugmyndir. Hvað getur þið sagt okkur á því, Sigurgeir? Herðu, við eignumst þennan reit hérna, Gróuna 2, einhver tíman gengum við til samninga við Reykjanesbæ eftir svona hálfgerða hugmyndasamkeppni í tilboð 23 og í framhaldi því að við fengum samþykkt okkar tilboð í þetta, þá fyrir við að vinna skipulag og það var núna loksins samþykkt á haustmánuðum 24, þar sem við erum búin að ná hérna koma upp flottu hverfi, 180 til 200 íbúðir og einhver verslun og þjónusta. Maggi getur kannski sagt okkur meira með fjöldana verslun og þjónustu og tímalínu hérna. En kannski áður, hvenær verður þetta fræga hús rifið? Það verður kannski meira mál heldur en að losa 2 aldagömmul hús. Já, við getum séð fyrir okkur, þetta er svo sem tvískiptur reitur hérna. Við gætum alveg séð fyrir okkur að vera byrjar að byggja hérna fyrstu húsin áður en við rífum Dráttarbrautuna sjálfa, en mögulega rífum hana fyrst. Björtustu vonir eru bara í byrjun næsta árs, eftir 1 ár. Magnús, hvernig sjáu þið þetta? Við erum að tala bara hverfi, þetta er það stórt. Já, þetta skipulagið er alltaf 200 íbúðir og það bil 2000 fermetrar í verslun og þjónustu. Og svo er það bara okkar mat að hvernig við munum dreifa þau svæðið, sko. Mun það taka langan tíma? Hvað segir tímalínan þar? Þetta gæti alveg verið 5 ára prógram frá því við byrjum, sko. Það er að tala hvað? 1000 manns sem getur búið hérna, eða? Já, örugglega, eitthvað það, sko. Þetta gæti alveg verið, já, ef við förum alla leið með þetta, en það er líka óskastað hjá okkur að það verði þjónustæðina, að það muni þrífast mögulega hótel, gisting, einhvers konar veitingastæðir, mögulega skrifstofur, fá okkur fyrirtækinga, þannig að það komi í raun og veru líf á þennan reit hérna, þetta er nú bara bullandi rómatík ef þú kíkir hérna fyrir aftæðir, sko. Já, við erum að tala smábátahöfnina hérna og rómatík í kringum þetta, og þið eru náttúrulega báðir heimamenn en hvernig svona eitthvað stíl getur við, ef við spyrum það? Þetta er teiknað í svona skandinavísku stíl, svona danskur stíl þar sem að öll þök eru uppleitt, svona mænisþök, ekki flatt, og hæðstu byggingarna, þetta er ekki hárist, þetta eru 4 hæðir pluss mínus og svona tröppugangur á milli húsa. En er tímalínan að segja að hér getur fyrstu íbúarnir flutt inn eftir hvenær, 2 ár eða? Nei, ég held að þessi tölvöld lengri það. Við viljum svona
Þetta náttúrulega bara í hönnunarferli ákvörðat núna og við erum svona aðeins að gefa okkur hugulund hvernig við eigum að byrja á þessu. Þetta alveg flókið verkefni út af því að það þarf að breyta þarna götum, aðkoman á bryggjunni breytist ef hún í raun og veru lokast. Það verður bara að koma hérna með frá og keyra hérna í kringum þjónustuna, gegnum keyrslan lokast. Þannig að við erum svona stúdera, erum við að fara að byrja hérna, þannig að við vitum svo sem ekki alveg og hversu mikið magn við ætlum að byrja á í fyrstu atrennu. Þannig að þetta allt svona á borðinu núna. Þetta mjög stór framkvæmd. Já, þetta risapakki. Þetta í heildina þetta 18.000 fermetrar. Og hvað eiga menn nóga peninga eða brosandi bankastjóra? Bankastjórinni. Svo Sigurgeir líka með djúpa vasa, þannig að... Við erum staddir hér á 7. hæð í Pósthússtræti 9 og þið eru búin að vera að byggja hérna, þetta annað háhýsið ykkar hérna, þið stofnið Reykjanes Investment fyrirtækið ykkar fyrir 4 árum síðan, hvernig gerist það? Mér þykir þið vera með mikið í gangi á stuttum tíma. Já, hópurinn okkar sem samastendur af okkur Magnúsi, Kjartani Guðmundsssyni og dóttur hans Viktoríu Hrund. Við náðum bara saman fasteign sem við keyptum á miðtúni 2 í Keflavík sem við tókum svo í gagngerðar endurbætur og gerðum bara snyrtilega og fína og endum svo að selja. Á þeim tíma dettur þessi lóð til okkar og við ákveðum þá að fara í að byggja bara Pósthússtræti 7 og framhaldið óráðið. Bara á framkvæmdinni hérna þá ákveðum við að halda áfram með 9 og þegar nefnir að sé mikið að gera þá alveg sjálfsagt þegar maður er með svona mikið verkefnum að hugsa næstu verkefni og það þarf alltaf að vera tilbúið með eitthvað í hendi svo kom ekki stopp í framleiðsluna og þar eru við núna að skipuleggja þessi 2 verkefni sem við erum búin að skoða og höldum áfram og við mögum ekki stoppa þar, við erum að halda áfram að leita. Þið selduð blokkjana hérna Pósthússtræti 7 sem er svona orðin pínu fræg Grindavíkurblokk eins og sagt er. Magnús, hvernig gengur að selja þér? Hvað er þetta margar íbúðir í þessum tveimur háhýsum? Í fyrra húsinu voru 35 íbúðir en núna í seinna húsinu breytt við örlítið skipulaginu á efstu 2 háðunum og það eru 33 íbúðir sem sagt í þessu húsi. Og hvernig gengur að selja þetta allt saman? Þetta hús er ekki formlega komið á sölu en það mun gerast núna á vormánum en áhuginn mikill. Og fyrra hús er náttúrulega allt selt. Já. Þannig að þið eru með mikið í umleikis getum við sagt. Hvernig að hafa mannskap í svona mikla framkvæmdir? Það er áskorun að vera með svona mikinn mannskap en við hefum verið bara ótrúlega heppnir bæði að ráða til okkar starfsfólk og svo undirverktaka sem við erum með í þessum verkefnum. Þannig að eins og í þessu verkefni þegar mest þá eru einhvers staðar á bilinu 40-50 manns hérna á staðnum. Og framkvæmdahraðin er nokkur hraður, við erum hérna í nágrenninu og sjáum þetta rísa mjög hratt. Já, þetta gengur mjög vel en kannski janúar og febrúar voru aðeins að stríða okkur í vetrinum en það er bara eins og við má búast í þessum bransa en allt annað bara á pari. Þannig að þú sagðir Sigurgeir að þið væri alltaf að horfa líkvið á næsta verkefni þannig að þið eru núna það sem við erum staddir núna í Pósthússtræti í annari blokkin ykkar þar farnir að huga að Hafnargötunni sem við vorum að skoða áðan og Grófinni þannig að er ekki margir boltar á lofti, er þetta hollt? Jú, það er fullt af boltum á lofti og þetta getur alveg verið stressandi en það verður náttúrulega bara að hafa nóg fyrir stafni og þessi verkefni sem við erum búin að skoða á Hafnargötu og í Grófinni, þetta eru svona umbóta verkefni í sveitarfélaginu og hópum okkar bara brennur fyrir að gera hlutina fallega og vel og þó ég sé sjálfur frá þá erum við bara mjög ánægðir með útlitið og niðurstöðuna á Pósthússtræti 7 og þessu líka og við hlakka bara til að sýna næstu verkefni. Hver er svona reynslan af íbúum hérna í Pósthússtræti? Eru reyndar fleiri háhýs hérna? Er fólk ánægt hérna við sjóinn? Já, við vitum ekki betur. Ég held að það sé bara almenn ánægju, náttúrulega útsýnið er einstakt. Þó að það blási stundum hérna en þá held ég að hérna
að taki útsinnið fram með því, sko. Já. Það alveg að heyra á íbúunum í Póststræti 7, þeir eru ánægðir. Fylgist alveg vel með þeim og faðir hans Magga býr að nú og hann getur ekki sagt annað en sé ánægður. En það hefur orðið talsverð mikil breyting á svona kannski innan við áratug að verktakar eins og til dæmis þeirra stóru verktakar úr Reykjavík komu til Keflavíkur og voru að byggja hlíðahverfi og annað, að það hefur verið að ganga frá heilu hverfunum og þið eruð að ganga hér frá þessum öllum þessum háhýsum. Fólk að flytja inn í bara líka hægt að koma bara með rúm og rúmföt og byrja að sofa. Já. Þetta eru breytingar sem á sér stað í þróun. Algjörlega, sko. En þetta líka, þetta verkefni aðeins snúið út af því að Pósthússtræti 7 og 9 eru byggð á sama grunninum í raun og veru kjallara og þeir deila í raun og veru sömu bílastæðum, sama bílakjallaranum og svo framvegis, þannig að það alveg eins og fyrir fólki í fyrra húsinu smá áreiti á meðan við erum að koma okkur svona upp úr þessu og ganga frá lóð og annað, þannig að það bara allir sýnt í góðan skilning og við erum mjög þakklátir fyrir það, sko. Sjáu þið ykkur gera eitthvað meira hér svona í þessu nærumhverfi í byggingum? Hérna á þessu svæði? Það náttúrulega óbyggðir reitir hérna, gamla saltgeymslan og svo hérna yðurstígurinn. Ég held að framtíðin verður bara að leiða það í ljós, sko. Þetta skemmtilegt svæði og skemmtilegu staður í bænum. Eins og náttúrulega fleiri staðir líka. Hvað með byggingakostnaði í dag? Hvernig hefur þróunin verið í honum? Hefur þetta allt verið að hækka eða hvað segir það? Já, hann hefur hækkað talsvert. Eins og þegar við erum að byrja á fyrra húsinu hérna þá náttúrulega Úkraínustríð að byrja og þá náttúrulega mest allt járn í þessum iðnaði kemur frá Hvíta-Rússlandi og þar fóru bara tölurnar bara rauðglóandi og svo bara allt annað bara eins og bara allt annað í þjóðfélaginu. Það hækkar allt með hverju árinu, sko, hverju mánuðum, sko. En svona forvitni, þið kláruðu að byggja hérna fyrra háhýsið og við stöndum hérna í næsta. Læra menn eitthvað á milli bygginga? Eitthvað sem að breyti svona, við þurfum að gera þetta svona, Það alveg helling, sko. Og það svona fullt af punktum sem að kannski engin annar en við tökum eftir og svona sem að við erum að nýta betur og fá betri rytma í og svona eðlilega. Við erum alltaf að gera saman hlutin hérna. Þetta eru 7 íbúðaræðir en 8 hæðir í heildina, þannig að það alltaf eitthvað svona smá tilfærslu sem að við viljum gera. Þannig að þið eru bara brattir og hvergi næri hættir, þið eru rétt að byrja? Nei, það nóg eftir. Við erum búinir þegar Póststræti 9 búið, þá eru konar hérna 68 íbúðir og svo þá Hafnargatan 24 og Gróin 200, þannig að það nóg eftir. Það langt í land. Já. Spennandi og skemmtilegt. Já, það langt í land. Og bara fjör framöndan, Magnús. Já, heldur betur.